Brjóstagjöf þegar mæður eru með nýfædd börn á brjósti. Það er að segja að gefa þeim mjólk úr brjóstunum á sér. Þegar að kona ófrísk og komin svona á seinni hluta meðgöngunnar, þá fara brjóstin að framleiða mjólk, þau stækka. Þetta mjólk sem ætluð barninu þegar það fæðist. Það í raun best ef að nýfætt barn getur fengið sem mest af mjólk frá móður sinni, því að í brjóstamjólkinni meir en bara næring, og þetta mjög feit mjólk, sérstaklega fyrst, sem gott fyrir barnið, en þarna eru líka mótefni og ýmislegt annað sem barnið þarf. Það ekki þannig að allar mæður mjólki nóg fyrir börnin sín, sumar mjólka mjög lítið og menn aðrar mjólka mikið, og það ekkert að því að gefa börnum til dæmis þurrmjólk eða einhver aðra mjólk með, en það heppilegast að þau fái sem mest af brjóstamjólk eins mikið og hægt en það rosalega misjafnt. Síðan misjafnt hvernig það gengur að gefa börnunum brjóst. Þau eru misduglega að taka brjóstið og sérstaklega geirvartan getur verið mismunandi í laginu, misauðvelt að sjúga brjóstið og svo framvegis. Það mjög breytilegt hvað konur eru lengi með börn á brjóstu og ég ætla ekki að setja neina reglur um það, en flestar mæður hætta nú að gefa brjóst svona í kring milli 1 og 2 ára. Margar hætta reyndar fyrr. Það hægt ef að kona tekur að sér, kona sem gekk ekki með barni, tekur að sér ungt barn, hún getur farið að framleiða mjólk. Hún framleiðir yfirleitt minni mjólk heldur en móðir hefði gert, en bara það að byrja að hugsa barn og þetta tekur svolítið tíma, þetta gerist ekki 1, 2 og 3, þá getur það hormónabreitingar í líkamanum sem gera það verkum að brjóstin fara að framleiða mjólk. En þetta þekkist líka í dýraríkinu því að þetta nákvæmlega eins hjá öllum spendýrum.